Northern Ireland. Heilir og sælir, áhorfendur góður og velkomnum með okkur í þennan fyrri leik Norður Írlands og Íslands. Það eru 106 dagar síðan að við lékum síðasta landsleik, það var gegn Norðmönnum á EM 10. júlí og það var orðið einhverja breytingar. Ólafur Helgi Kristjánsson er komin í þjálfarateymi landsliðsins og einnig markmannsþjálfarinn Amer Mehika. Það eru 2-3 ný andlit í leikmannahópnum en samt sem áður kannski ekki miklar breytingar. Nú, það sem er undir hér í þessum tveimur leikjum er að það lið sem fer með Sigur á Hólmi fer, ef svo í tilfelli Norður Írlands þá fara þær í A-deild þjóðadeildar. Ef Ísland vinnur þá bara halda þessir í A-deildinni, sem er mikilvægt þegar kemur að undankeppni næsta heimsmeistaramóts sem að er 2027 í Brasilíu og til að mynda þá verður staða okkar sterkari. Margrét Lára Viðarsdóttir með sigri hér, þá ættum við að fá lakari andstæðing í varðandi undankeppni HM. Jú, þetta er bara... Vissulega flókið allt saman. Jú, þetta er dálítið flókið svona fyrir okkur svona almenna leikmanninn en hérna hins vegar þetta er mikilvægt og eins og ég sé það fyrst og fremst er það að halda sig í þessu A-deild þjóðadeildarinnar að við séum að spila alltaf á móti bestu liðunum og þar að leiðandi svona æfingarleikir innan gæsalappa en þó leikir sem skipta þó ykkur máli og við getum þá haft bæði eitthvað að keppa sem er mikilvægt en líka bara að æfa okkur í því að spila við betri liðin við og eða lið sem er á sama staðu við og þar að leiðandi tel ég að við getum orðið enn betri. Þannig að fyrir mér er þetta gríðarlega mikilvægt leiki núna á móti Norður Írlandi. Nú þessi leikur fer fram í Ballymena sem er 7. stærsta borg Norður Írlands, svona cirka 45 kilometra frá Belfast. Það er, eins og við sjáum, rigning, það er 8-9 stiga hiti og það sem er nú kannski athyglisvert, það sem okkur var bent á að það eru engir varamannabekkir, þannig að varamenn og þjálfarateymi þurfa að sitja bara í stúku. Já, þetta er mjög sérstakt og við kannski vitum ekki alveg ástæðan fyrir því hvort það hreinlega að varamannabekkinni sem eru á svæðinu, þeir séu hreinlega ekki löglegir eða UEFA eða FIFA samþykkja það ekki eða hreinlega það séu ekki varamannabekkir og ég fyrir mig nú líka á því en þetta er því miður stundum staðan og það sem að konuna stundum standa frammi fyrir er að aðstæður eru ekki nægilega góðar og það verður bara því miður að segjast sem svo að svona aðstæður er ekki í boði að manni finnst árið 2025. Nú, norðuríska landsliðið er í 44. sæti á FIFA-listanum. Þær hafa komist einu svona stórmót. Það var EM 2022, þá töpuðu þær öllum leikjum sínum reyndar. Þannig að þetta er lið sem að þar hafa aldrei verið hærri á listanum en skulum hlýða á þjóðsöng.
standing for the national anthem of Northern Ireland. Það eru mörg skörð höggvin í lið Norður-Írlands, vantar fullt af sterkum leikmönnum. Þeirra fremst má nefna Simon McGill, fyrirliða liðsins og framherja, þekktasta leikmannliðsins, 95 landsleiki, 28 mörg. Laura Rafferty, Ellie Mason, Chloe McGarron, Brenna McFarlane, Kelsey Burrows og Demi Vance og einhverju síðan nefnda Rachel Furness hætt. Nú síðustu leikir þeirra töpuðu báðum leikjunum gegn Pólverjum í þjóðadeildinni, í öðru sæti, en unnu bæði Bosníu og Rúmeníu heima, gerðu jafntefli við þær þjóðir úti. Hér sjáum við lið þeirra. Jackie Burns í markinu, hún lék með IBVF árið 2019. Nú, það 5 manna vörn, Rebecca McKenna, Nadine Caldwell, Abby Sweetlow, Cara Hamilton, Lauren Waite, Megan Bell, Louise McDaniel, Jolie Andrews, Keski Vír og Emily Wilson. Íslenska liðið Cecilia Rán Rúnarsdóttir í markinu, Sanguma Sædís-Rún Heiðarsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Guðrún Arnardóttir, Alessandra Jóhannsdóttir, Hildur Antonsdóttir, Karolína Lea Viljámsdóttir, Lín Eiríksdóttir, Sandra María Jessen og Sveindín Jane Jónsdóttir. Það ein breyting frá síðasta leik okkar fyrir 106 dögum. Katla Tryggvadóttir fer úr því byrjunarliði og Hlín Eiríksdóttir tekur hennar stöðu. Dómarinn frá Grikklandi, Eleni Antonio. Glódís fyrirliði Íslands. Nú þessar þjóðir að mætast í 7. skipti á knattspyrnuvellinum og það skemmst frá því að segja að Ísland hefur unnið alla 5 leikina hingað til. Ég var að nefna norður-írska lið og það sem hefur verið að gerast þar. Þjálfari liðsins Tanja Oxtoby, 43 ára gömul fyrrum miðvörður. Hún áströlsk og var meðal annars aðstoðarþjálfari bæði hjá skotska landsliðinu og Chelsea. Var aðalþjálfari Bristol City og tók við norður-írska liðinu árið 2023 og eins og ég kom inn á einnig áðan að þá þetta hæsta staða liðsins á FIFA styrkleikalistanum, 44. sæti. Þannig að þetta svona lið sem ber að varast, en auðvitað þarf að setja líka sviga utan það sem að það vantar fjöldan allan af sterkum leikmönnum í norður-írska liðið. Já, ekki spurning og munur að minna fyrir þær að vera á þessara leikmanna því að þær eru, eins og þú talast lið sem að stækka hægt og rólega og verða betri og betri og hópurinn þar að leiðandi kannski ekki eins breiður eins og mörgum öðrum þjóðum. Nei, og það eru einar 5 í byrjunarliðinu hjá norður-írska liðinu sem leika í heimalandinu. Það eru nú flestar 4 frá Glentora, einn frá Linfield, en það má alveg búast til því að norður-írska liðið muni liggja aftarlega á vellinum og það íslenska liðið að reyna að komast í gegnum norður-írsku. En þetta byrjar hérna á innköstum og sjáum að svo sem ekki endilega verið að flýta sér. En þessi völlur Valimina Showgrounds tekur 3600 manns í sæti. Þetta með þarna rangstöðu. Það eru 3 nýliðar í íslenska liðinu, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, Marja Katrín Ólafsdóttir og Telma Karin Pálmadóttir. Nóttir sem að voru ekki valdar vegna meiðsla auðvitað, Nata Semúra Anasi,
Guðný Átnadóttir, Berglind Áslaug Munda Guðlaugsdóttir og svo Dagný Brynjarsdóttir sem reyndar ólétt. Hér eru þar þrautreindar í öftustu víglínu, Ingibjörg og Glódís. Guðrún er tilbaka á Cecilíu sem átti frábært EM, var besti leikmaður liðsins. En þess að geta, Ísland hefur ekki unnið landsleik síðan 16. júlí 2024, það unnið að Pólverja úti 1-0. En síðan hafa þeir tapað 8 leikjum, 4 jafntefli og tapað síðustu 4 leikjum. Hér Sandra María Jessen, Hlín og góð bolti á Sædísi hérna fjær, en Sveindís Steinn ekki að halda þessum niðri. Ágætis sóknanda. Já, fínast sókn í okkur og sjáum að Sandra María tekur hann djúpt hlaup aftur fyrir vörn norðuríska liðsins og hérna fínasta fyrirgjöf og hver önnur en Sveindís Steinn auðvitað mætt á fjárstöngina. Jackie Burns hérna í markinu, leikur í Kanada með Calgary liðinu, en eins og ég sagði áðan þá var hún á samning hjá IBVF 2019 og svo önnur sem spilaði á Íslandi, Cara Hamilton, nr. 20, hún leik með Fylki árið 2017. Þú séð það tilbaka Cecilíu. Hann á Riðiskur ekki mikið að pressa. Sveindís. Ingibjörg, þetta alveg gert hérna. Hlín, leggur til Allegu. Sædís og engin ástæða þarna. Hildur Antons og Sædís kemur aftur með góðan bolta þarna fjær. Sveindís Steinn síðan með sendinguna tilbaka en náði ekki nægilega vel að setja boltan út í teginn. Nei, og dálítið svipuð sókn á áðan að sem við erum að komast upp hérna vinstra megin og svo berst boltinn út í Sædísar og hún kemur aftur með flotta fyrirgjöf á Sveindísi en ég vil sjá Sveindísi koma með þennan bolta betur út í teginn eins og segir Hörður. Sáum að boltinn fyrir alla leið aftur á Cecilíu og norðuríska liðið að leika, myndi ég ætla aðeins undan vindinum. Já, og þar norðurísku ekki að taka neina sjansa. Þorsteinn sagði í viðtali fyrir leik að við ætlum að pressa þær hátt á vellinum þegar það rættu útspörk og markspinnur og norðuríska liðið er ekkert að reyna að spila út af því. Það er bara sparka lungu fram. Glódís. Ingibjörg. Ekki mikið spilað fyrir Freiburg í Þýskalandi. En hér hætt á að ferðum Sandra María Jessen sem hefur gert vel með Köln. Hún er í Köln í haust og hún har skorað 2 mörk í 4 leikjum. Sjáum við það Louise McDaniel, leikur með Burnley. Rebecca McKenna eða innkastið, leikur með Birmingham. Ingibjörg. Eftir á Cecilíu. Róleg hitt hérna hjá íslenska liðinu. Það norðurísku bíða bara aðeins. Glódís. Skiptinguna hérna á Hlín, tekur vel á mótunum. Inn á Karolínu. Sveindís. Sveindís keyrir hérna og reynir bara einfallega skot og þetta fór þarna í hliðanetti, mögulega í stöngina. Þetta var auðvitað bjartsýni hjá Sveindísi en hún spurning hvort hún hafi ætlað sér að koma boltanum fyrir, þetta fer bara í stöngina. Já, þetta var bara fínasta tilraun hjá Sveindísi en Burns í markinu þarna var einhvern veginn ekki alveg með þennan bolta
Það sem að maður vill nú svona líta svo á, markverðinni eiga vilt nærstöngina. Þannig að þetta var finnast á tilurinn hjá Sveindísi. Norðuríska liðið að spila 5 manna vörn, svona 5-3-2, 5-4-1. Bara mikið fyrir íslenska liðið að halda tempónu í leiknum, að við séum ekki hæg og mikið á og séum of lausar og hægar sendingar, að miðurinn okkar haldi tempónu uppi og þannig að við getum svona komið okkur upp völlinn á svona ekki alltaf með löngu sendingunum heldur líka í gegnum miðsvæðið og séum að færa boltan vel á milli. Ég er sammála því og svo sem það eru bara 7 mínútur liðnar. Mér finnst sko íslenska vörnin verður búin að senda allt og oft aftur á markmannin, Cecilíu, í staðinn fyrir að bara taka ábyrgð sjálfar og reyna að koma boltanum aðeins fyrr í leik. Já, ég er sammála því. Hér er Kara Hamilton. Okkur frá vörninni. Þetta er fyrir leikuliðana, seinni leikurinn á Laugardalsvelli á þriðjudaginn. Ingibjörg. Sædís. Komið 2 góða bolta fyrir markið. En sendum við tilbaka á Cecilíu. Guðrún Arnardóttir hérna á Sveindísi og síðan er þetta aðeins og langur bolti en vel gert hjá Karolínu að koma í veg fyrir að þetta verði markspyrna. Þannig að Norður Írar þurfa að taka innkastið þarna við hotfánan. Þetta er vel gert hjá Karolínu, eins og þú segir Hörður, að lesa þetta og gefa norðuríska liðinu innkast í staðan fyrir markspyrnu. Beint hérna á Sveindísi. Karolína. Og hún er hérna fínni fyrir gjöf. Hlín Eiríksdóttir skallar niður fyrir Sandru María Jessen. Hittir ekki boltan. Það er búið að dæma þarna. Ekki geti séð nokkuð vera að þessu og ekki fór flaggið á loft. En sjáum þetta hérna betur aftur. Karolína kemur með flottan bolta. Ég bara get ekki séð neina aukaspyrnu þarna. Já, það er eins og Sandra María rífi öröld í treyjun á þeirri norðurísku. En það eru auðvitað ekki nema 10 mínútur búnar að þessum leik, en það er mikið átt að íslenska liðin sem segja haldi tempónu, haldi svona hraða á boltanum og sendingum og við séum líka að nota leikmenn inn á miðsvæðinu. Við séum ekki að falla mikið í þá gryfju að beita þessum löngum boltum í of miklu mæli. Julia Andrússon þarna með henni, en slögg sending hérna. Sveindís kemst inn í þetta. Sendir tilbaka. Flótís. Sveindís. Mikið hérna upp hægra megin. Sjálfsagt mál. Sveindís hérna með skiptinguna á Hlín. Gerir Hlín Eiríksdóttir. Hérna á Sædísi. Hlín stendur í ströngu þarna, stendur upp. Sædís kemur með góðan bolta og hér er bara besta færi íslenska liðsins en Sandra María Jessen skallar þennan yfir. Flottu bolti enn og aftur frá Sædísi. Já, Sædís er komið góða bolta frá vinstri kantinum eða úr bakvarðarstöðunni og þarna var Sandra María með fína skalla og það er svona örlítið að teygja síðan en nær fínu skalla í átt að marki. Vel gert hjá Hlín þarna líka. Þetta fór yfir markið. Ágætisfæri og Ísland búið að vinna boltan strax aftur. Sandra María
Og Jackie Burns kemur hérna og slær þennan. Ég held að þetta fari aftur fyrir endamörk og fyrsta hornspyrna leiksins. Með 63 landsleiki. Jacqueline Burns með þeim landsleiki hæstu í liðinu í kvöld. Eins og segir mikið af afföllum vegna meiðsla. Sædís. Það einhver mögulega að taka þetta stutt. Þetta tekur einfaldlega aðeins svo langan tíma þarna finnst manni en sjáum hvort að fáum eitthvað beint að æfingasvæðinu. Sædís kemur með þetta út. En þetta var einhvern veginn algjörlega missetnað. Alessandra þarna. Þessi bolti þurfti að vera fastari frá Sædísi. Og hornspyrnan verður að engu. Sædís og hérna en móttakan ekki góð þarna hjá Alessandru sem að vinnur hann samt sem áður aftur, sendur tilbaka. Karolína. En þetta var einfallega ekki nægilega nákvæmt og þessi bolti fer aftur fyrir markspyrna. Eins og sagði norðuríska liðið var því öðru sæti í sínu riðli í B-deildinni. Pólverjar sem að unnu riðilinn. Við unnum Pólverjar síðast í landsleik síðasti sigurleikur kvennalandsliðsins 16. júlí 2024. Sjáum að þær raun og veru leyfa okkur að vera og reytar þarna á eigin vallarhelmingi. Bakka eiginlega alveg frá þessu. Guðrún. Karolína mjög vinnusöm svo venjulega. Við sjáum að hún er að hlaupa bæði hægra megin og til vinstri og hún fær ekki innkastið og skilur eiginlega ekkert í því. Nei, við sjáum það að við erum líka að leita mikið í þessi svæði fyrir aftan bakverðina hjá þeim sem að virðast vera opin. Bæði Karolína búin að hlaupa þarna hægra megin tvisvar og Sandra María vinstra megin. Þannig að það er að gera að halda áfram að svona sækja þessi svæði og sjá hvort við getum ekki búið okkur eitthvað til út frá því. Það var endur óskiljulegt að hverju við fengum ekki innkastið þarna, en önnur saga. Við vinnum hann bara strax aftur í staðinn. Já. Ingi Björg. Við sjáum að það verður alltaf verið að fara út í breiddina og við finnst á köflum að mættum vera snarpari í sendingum á milli. Já, ég sammála því og þetta er kannski líka þessi gildra sem ég var að tala um áðan, að við séum ekki að falla of oft í það að koma svo löngu bolta þegar við þurfum kannski ekki hreint að gera það. Það er fullt af öðrum einfaldari uppspilsleiðum sem að við ættum líka að nýta okkur. Dótís og Ingi Björg mikið þetta með boltan. Það er tilbaka á Cecilju. Þetta er það sem að norðuríska liðið vill einfallega. Slöggsendingin þannig tilbaka. Kemur Glódís. Hér er Jackie Burns, hittir ekki boltan, markið er tómt. Og hér er skotið, það er bjargar á þessa marklínu. Lín Eiríksdóttir átti skotið þarna. Já, algjört dauðafæri á Lín. Á, þarna munaði svo sannarlega litlu. Sýndist að vera
Abby Svídló. Hún bjargaði þarna. En Jackie Burns út úr vítategnum og hitt ekki boltan. Sendingi fyrir markið, þetta er stórhættulegt og hér Hlín. Hann ekki almennilega að tengja þarna. Sædís, góð pressa núna í íslenska liðinu. Sandra María með virkilega fallega skiptingu hérna út á Sveindísi. Sveindís kemur boltan fyrir markið, Hlín á fjær. En segir þarna hún Rebecca McKenna. Og sjáum þetta hérna aftur, langur bolti frá Lódísi og Jackie Burns hittir hann bara einfallega ekki. Sér hvað Hildur gerir þetta skemmtilega, hælar hann þarna á Hlín, veit nákvæmlega að Hlín er vel staðsett en algjört dauðafæri og í raun og veru illa farið með gott færi og Hlín þarna. Sannarlega Ísland bankar á dyrnar. En staðan ennþá markalaus og ég var nú að tala tvær í írska liðinu, norður-írska liðinu sem hafðu spilað hér á landi og þættinu var að berast bréf en hún Lauren Veit, númer 14, hún lék með Þrótti á sínum tíma með Lindu Ríf Boama voru þær öflugt framlínupar. Þannig að það mikil tenging hérna í norður-írska liðinu í íslensku deildina. Lauren Veit einmitt svo leikja hæsta í byrjunarliðinu hér í kvöld, 76 landsleikir. Hér Hlín Eiríksdóttir. Hún hreinsa frá. Við sjáum það líka bara norður-írska liðið í miklu vandræðum með að halda í boltan og þegar það að hreinsa þessum boltum í burtu þá yfirleitt ein eða tvær íslenska treyjur mættar til að hirða boltan og það er vel. Ingibjörg, sem það eru bara allir leikmenn á vallarhelmingi norður-írska liðsins nema það Cecilia þarna, ein og yfirgefin í vallarhelmingi. Hún bara halda þessari pressu áfram. Það líka að vera þolum að því að ná inn fyrsta markinu, dropinn hólar steininn og allt það. Svona snarpari núna sendingar finnst mér hjá íslenska liðinu. Guðrún Sveindís. Sveindís gerir hérna inn á, losar hann á Sædísi. Sædís kemur með hann út á Hlín. Hlín Eiríksdóttir. Það ekki komið sér inn í vítategin, vel gert hjá Hamilton. Las hana þarna. Já, mjög góð vörð hjá Hamilton þarna og klók. Síðan aukaspyrna fyrir litlar sakir. Já, sótti þessa aukaspyrnu vel. Sjáum þetta, Hamilton bara las Hlín þarna. Já, Hlín kannski örlítið hikandi þegar hún fer af stað. Hlín þarf ekki að hika neitt, hún er gríðarlega sterk og mjög fljót á bara að vaða á þetta. Nadine Coldwell hérna. Hún er árindar, þetta er 90. landsleikur hennar. Leikur með Glenn Toran. Á seinni helmingi ferilsins 34 ára gömul. Sveindís og Karolína, skemmtilegu þríðingur hérna á Sveindís er farinn eða hvað. Hún reynir að halda í við hana hérna Lauren Veit, hún er fljót líka og hér kemur skotið en þetta fer þvert fyrir markið og held að vindurinn hafi tekið verulega í þarna. Hlín gerir þetta skemmtilega, Sædís. Er hún að koma sér í stöðu? Nei. Kemur í veg fyrir það, hún Rebecca McKenna og hún nýtir alla sína reynslu hérna og fær aukaspyrnu.
hrikalega vel gert þarna hjá Karolínu og Sveindísi. Þetta gera svo vel þegar ná að tengja svona í þessum þríðning spili sínu og mér sýndist það að vera Karol sem átti skoti líka. Já. Og þetta er það sem við þurfum að gera líka. Við þurfum að brjóta leikinn svona upp með stuttu og snörpu spili milli tveggja leikmanna og svo sáum við Glódís keyrði ballavöllin áðan líka, braut upp leikinn sem miðvörður. Þessi fyrir að vera þessum leik þá hefur þetta verið algjörlega eign íslenska liðsins. Norður-Írland hefur ekki náð einni sókn sem að ekki nálgast raunur mark íslenska liðsins. Þannig að þeirra markmið held ég ansi augljóst að það er að halda markinu hreinu, múra fyrir. Julie Andrews hérna leikur með Hearts Skotlandi. Fyrir hálfleikurinn hálfnaður en markalaust. Nú komið að Sveindísi að kasta inn. Vindurinn svona kannski fyrir þetta erfitt fyrir að kasta langt þarna. En hvað er í gangi? Það tekur svolítið langan tíma allt saman. Og þetta er langt innkast. Og hvað endar þetta? Markspyrna. Þú pressaði hana frá Söndru. Sandra kemur hún og segja nei, næstu því á Hlín þarna. Megan Bell hérna þrjumar þessum bolta út af. Og Sandra, þetta er hornspyrna hlýtur að vera. Já, það segja það. Svo gríska ætlaði að vera að dæma markspyrnu þarna. Pressan heldur áfram að norður-írska markinu. Og Hotfann þarna orðin verulega laskaður. Karolína samviskusöm, hún lagar fánan. Já. Sædís spilar með Vålerenga í Noregi, áður með Stjörnunu þetta í Garðabænum. Setur hann langt út í teginn en Glódís, það var ekki Glódís, Hlín. þetta var Hlín sem að skallaði frá þarna. Já, þetta er fyrirlegu skalli á Hlín þarna, akkur hún kom ekki með hann inn í teginn aftur en hún hefur eflaust ætlað að gera það, hann hitt hann svona illa. Karolína ekki fengið marga mínútur með Inter. Ingi Björg og Glódís. Við vilt þetta að spila í gegn. Það er ekki alveg þarna, Alessandra með sendinguna. Það er Norðurlandi sko hafa ekki náð að nýta sér vindinn svo nokkur nemur en töluvert öðruvísi að spila með vindi eða undan honum. Íslenska liðið hefur náð að halda boltanum að mestu á grassinu. Já, það hefur gert það og mér finnst líka svona íslenska liðið hefur... Kemur býðinu við hérna, þetta er stórhættulegt! Framhjá, frábær sókn. Þú virðist bara fyrir munað að koma boltanum í markið. Sjáum við þetta hérna aftur, flottu bolti hjá Guðrúnu.
Hlín Eiríksdóttir. Já, Hildur gerir þetta vel, já. Hildur Andós og svo það Sandra María. Og aftur að fá svona djúpt hlaup frá miðjumanni, það Hildur eða Karó sem hafa verið í þessum hlaupum og Hildur gerir allt vel þarna og allt rétt en Hlín einhvern veginn, var þetta ekki Hlín sem að næri ekki einhvern veginn að setja boltan almennilega á markið? Var það ekki Sandra? Það getur verið Sandra. Já, sýndist það en allavega, þá var þetta virkilega vel spilað og eina sem vantaði þarna bara að setja hann í netið. Já, og það eru þessi svona djúpulhaup frá miðjunni sem hafa verið að skapa hvað mesta nausla fyrir okkur sóknarlega, en það er norðuríska liðið mjög þétt. Ingibjörg. Guðrún en einhverja móttökunni þarna. Gerir vel í að vinna boltan bara aftur. Við erum búin að fá 2-3 úrvalsfæri. Góða við að við erum að skapa okkur sóknarfæri. Kemur boltinn að það fyrir markið og skallinn yfir frá Hildi Antonsdóttur. Það er ekki að halda honum niðri. Flottur bolti. Já, við sjáum það að við erum að koma með fína fyrirgjafir og við erum yfirleitt að vinna þessa bolta en við erum einhvern veginn ekki ná að setja nægilega mikla áskorun á markvörð norðuríska liðsins. Við þurfum að leyfa henni að hafa örlítið meira fyrir þessu. En við erum líka óvinnufríar, myndi ég segja, og lausar inn í teig norðuríska liðsins. Sædís og Hlín. Ingibjörg fyrir tilbaka á Cecilíu. Flottur bolti. Hlín, Sædís. Standa á engastið. Dæmd aukaspyrna, það gekk hún aðeins svo langt, hún Kara Hamilton, braut á Hlín, mjög líkamlega sterk. Já, aukaspyrna á frábæru stað fyrir íslenska liðið. Spurning hvort að Karolína noti sér eitraða hægri fót í að krulla þessum inn í teig. Já, mér sýnist það nú. Þá voru hún aldeilis með leikmennin teig, Hlín og Glódísi, Ingibjörgu, sýnst mér, Alessandru, allt frábæri skallamenn. Sjáum þetta Hildur Antons stendur langt inn í teignum, fer út núna. Það er Karolína. Þetta er fínn bolti og þetta er fyrsta markið! Ísland nær forystunni! Virkilega vel gert! 1-0, það hlaut að koma að þessu. Já, hlaut að koma að þessu og mér sýndist þetta að vera Glódísperla hver önnur. Karolína með frábæra sendingu. Akkurát á hættusvæðið. Sjáum þetta aftur hérna, Karolína. Og það er Glódísperla Viggorsdóttir sem skorar fyrsta mark íslenska liðsins. Fyllilega verðskuldað, það hlaut að koma að þessu. Glódísperla skora sitt 13. landsliðsmark. Já, maður hafði bara sterklega á tilfinninguna að við myndum nýta þessa aukaspyrnu vel. Við erum með frábæra spyrnumann í Karolínu og norðuríska liðið er í vandræðum með að dekka grinn teig. Ég veit ekki hvort að hreinlega
sé ekki að telja rétt eða hvað, en okkar leikmenn hafa verið að fá góð færi upp úr aukaspyrnum og fyrirgjöfum og hver önnur en Glódís Perla nýtti sér það svo sannarlega. Já, fyrirliði Glódís Perla og spurning hvort að þetta dragi norðuríska liðið eitthvað framar á völlinn. Á einhverju tímabúti hljótað að vilja setja einhverja smá pressu á íslenska liðið. Get ekki alveg haldið þessu sama uppleiki endalaust, myndi ég halda. Karolína með stóðsendinguna hérna. Karolína gerir þetta vel, lítur upp, kemur síðan með sendinguna og skallinn og frábær markvarsla. Hlín Eiríksdóttir með skallanarna í hornið og þessi virtist vera á leiðinni inn en Jackie Burns með frábæra vörslu. Já, frábær varsla hjá Burns þarna og Hlín gerir raun og veru allt rétt, hún skallar boltan í það horn sem hann vill sjá leikmenn skallar boltan í. En það er spurning hvort að vindurinn hafi örlítið dregið úr skallanum, ég veit það ekki, en við tökum ekkert að Burns þarna. Heldur betur vel varið þarna og Karolína fór illa þarna með Jolie Andrews. Já, við erum bara miklu betra liðið á vellinum. Þetta er nú ekki mikið, fær nú aukaspyrnuna þarna, hún Emily Wilson og Guðrún Arnardóttir bara hlæra þessu. Leikur núna í Portugal, Braga. Það er mikill styrkleikamunur á þessum liðum. Bara til annað kemur í ljós. Vonandi verður þessi sigurlausa hrina á enda. Þannig að hann loks að landa sig í 13. tilraun. Og Sveindís, flottu bolti, Karolína og Jackie Burns slæra hann í burtu. Enn og aftur vel spilað í íslenska liðinu og hér er Alexandra með hressilega tæklingu og hún er að fá gula spjaldi fyrir þetta. Hún kastaði sér eiginlega á hana þarna bara. Og réttilega gult spjald. Já, þessi réttilega dæmt gult spjald en við vorum einhvern veginn seinar að koma inn í seinni bylgjuna. Það er að segja þá Alexandra að fylgja eftir sókninni og já, henni við finnst hún þurfa að brjóta þarna. Þannig að þær norðurísku geti ekki komist í snarpa sókn. Jacqueline Burns hérna núna heldur hægri öxlina. Hún hefur örugglega lent illa þarna þegar hún sló boltan í burtu. Og það er náttúrulega alveg ljóst að norðuríska liðið er án fjölda sterkra leikmanna. Breytir þeirri staðreynd til þess að ekki að íslenska liðið er sterkara lið. En ég hugsa nú að Þorsteinn Halldórsson og hans fólk bara nokkuð sátt með stöðuna. Auðvitað hefur við viljað sjá fleiri mörk en markið er komið og það er nógu gott eins og staðan er. Já, ég held að þetta sé bara búið að vera fínasti fyrir áleika það sem af er. Við höfum verið svona með mikil svona, hvað ég segja, mikla stjórn á þessum leik og hérna við höfum verið að reyna að hafa fjölbreyttar uppspilsleiðir. Við duttum á köflum kannski of mikið fyrir mitt leyti í ykkur langa bolta en mér fannst svona þegar liðið aðlagast aðstæðum og vellinum þegar áleiði leikinn þá hefur mér fundist við hafa valið betur og betur sóknarlega og færin að vera að koma þó að kannski markin hafi ekki verið meira en eitt en við mögum ekki vera heldur og gráðug. Hér er Hildur Antons og Glódís Perla hana bara hressar og það er ferskleik í þessu. Það eru þetta nýja raddir í landsliðshópnum í þjálfarateyminu og
það alltaf eitthvað svona sem að leikmenn þurfa á að halda á og til að fá aðrar rættir og að þessar gömlu hafa ekki verið endilega verið. Já, vonandi nú að Jacqueline Burns getur nú haldið áfram. Hér norður-írska liðið að fá hornspyrnu. Það nú bara eiginlega stór frétt. Einu skipti sem þeir að nálgast markið það þegar varnarmenn íslenska liðs hefur sendt tilbaka á Sesselju. En þær eru konur hérna með hornspyrnu og það Megan Bell sem á að framkvæma. Og taka þetta hérna stutt. En þetta var nú ekkert sérstaklega merkileg tilraun og hér gæti íslenska liðið komið Sveindís Jane. Hún bara setja undir sig hausinn og keyra á þetta. Nei. Þetta var náttúrulega hálf svona hikandi þarna þessari nálgun en þessi hornspyrna fer nú ekki sögubækurnar hjá norður-írska liðinu. Nei, fóru svo til það ráðu sinni með þessa hornspyrnu. McKenna gerir vel, hún býður og býður eftir að Sveindís taki ákvörðun og stígur sinni inn í hlaupaleðina. En kannski sá með Sveindísi þarna eins og Hlín fyrir leiknum að óþarf að hika eitthvað, bara keyra á þetta, nota hraðan og styrkinn. Sveindís kom til Bandaríkjanna með Angel City liðinu. Burns spyrnir þessum beint út af. Sædís. Sveindís virðist hafa skipt hérna aðeins og kant. Sveindís komin hérna vinstra megin eins og það voru skemmtileg tilþrif. Karolína hendur í trafík hérna. Íbjörg. Lúdís, markaskorur í íslenska liðsins. Þetta hennar 141. landsleikur. Nú ekki nema 27 ára. Ótrúlega leikjafjöldi. Karolína. Innkast. Spurning hvort að taka þetta langt eða Sveindís Jane mætt. Sjáum Karolínu, það enginn að dekka hana, leggur hérna aftur á Sveindísi, kemur með fastan bolta en þessi endar aftur fyrir. Já, ég vil að sjá Sveindísi rólegur á boltan hérna, taka bara með sér og koma sér í betri fyrirgefastöðu. Magna hvað Karolína ein þarna. Við erum að sjálfsögðu, við verðum með svona stofuna hérna í hálfleik og okkar fólk úti, Almar Ármason, verður líka með viðtölu eftir leik og annað slíkt og við gera þetta upp líka.
Svindís komin aftur þarna, hægra megin. Ég sé á það að norðuríska liðið er auðvitað liggur vel tilbaka en þær eru lítið hana á klukk okkur þrátt fyrir það. Við erum svona tiltölulega óáreittar að ná að senda þær sendingar sem að okkur raun og veru dettur í huga að senda. Hlín Eiríksdóttir ser aðeins svo langt frá sér þarna. Sandra María. Þetta er Hildur Antons. Hlín Alessandra. Halda vel boltanum hérna, Glódís og Ingibjörg. Alexandra. Ingibjörg. Og það fer enginn í hana, nú bara að halda áfram. Sendingur að það en spurning hvort að við náum hornspyrnu hana. Nei, náðum því ekki. En við sáum að Ingibjörgu, það fór raun og veru enginn í hana, hún hefði getað bara haldið áfram. Já, og Glódís gerði þetta líka fyrir leiknum þar sem hún svona veður að stað með boltanum völlinn og það verðist sem að norðuríska liðið viti ekki alveg hreinlega hver á að stíga út í miðverðin okkar, þannig að ég myndi vilja sjá þetta meira hjá Glódísi og Ingibjörgu einmitt að rekja boltan upp og sjá hvað gerist. Hamilton að það stundir í ströngu en norðurísku þær hafa bara ekki haldið boltanum lengur, kannski 35 sekundur í sínu liði. Sveindís Jane, hún verið það í slána, Jackie Burns þarna, þrumuflegur frá Sveindísi. Já, þetta var vel gert hjá Sveindís þannig að þarna nýtt hún styrk sinn og hraða. Jackie Burns, hún er búin að verja allavega tvisvar meistaralega í þessum leik. Staðan geti hæglega verið 2-3-0. Sveindís aftur. Nú gerur hún þetta. Tvær í henni. Tilbaka. Guðrúnu og Sveindís Jane. Sjá, nú erum bara auðum sjó. Þetta var ekki góð sending. Reyndar þarna hjá henni. Ég sé á það bara norðuríska liðið, það eru bara í bölvu basli með að halda í boltan. Þar að leiðandi komum við bara aftur og aftur og aftur og það er svo þreytandi fyrir hitt liðið, en mjög gott fyrir okkur. Já, hún er ekki búin að sýna okkur aftur þetta þrumu skot hjá Sveindísi sem að Burns varði í slána. Þetta er ekkert farið úr leik og sjáum Sveindís Jane á auðum sjó, hefur nægan tíma og sjáum baráttuna þarna og fáum hornspyrnu en nóg að gera hjá Sveindísi, vonandi sjáum við kannski skotið aftur hérna hjá henni. Nei, kollegar okkar hérna BBC á Norður-Írlandi hafa nú kannski ekkert verið að fara kostum í þessari útsendingu, en það er önnur saga. Sjáum hvað. Þetta er góður bolti. Sveindís þarna í baráttunni. Þær hreinsa út úr teignum. Við vitum ekki með uppbóta tíman. En það voru þarna bara heyrðum ekki hvað vallarþulurinn sagði, en það var þarna meiðsli með Burns á hann. Jú, það er bara mínúta. Akademísk mínúta. Og hér er flautað til hálfleiks á Ballymena Showgrounds. Algjör einstefna
íslenska liðið náði að skora, aðeins 1 mark. Glódís Perla Viggósdóttir á 31. mínútu með frábærum skalla eftir prýðilega aukaspyrnu Karolínu. Mörkin hefðu svo hæglega geta orðið fleiri en þau eru 1. Það allavega nóg í bili. Við ætlum að taka okkur smá hlé. Við heyrum í stofunni og eftir, en staðan í hálfleik Norður-Írland 0, Ísland 1. Sofía! Hvað segirðu? Sofía, það í Búlgaríu! Já, elsku kallið minn. Já, núna kemstu næstum hvert sem með Icelandair. No regrets. If you love it, it's never a waste. I will have no regrets. Fanndís Friðriksdóttir að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn brotinn! Við einföldum fagfólki lífið. Bíkó, gerum þetta saman. Ertu að segja að þessi þetta fara hvert sem Já. Phuket? Já. Spokane, Washington? Já. Budapest? Já. Já, núna kemstu næstum hvert sem enn fleiri áfangastæðir og ótal tengingar með Icelandair. Gott bragð til að bæta heilsuna. Better you. Fáðu yfirsýn á einfaldan hátt. Hugaðu að framtíðinni og einfaldaðu daglega lífið. Þú getur meira með appinu. Landsbankinn. Þú getur meira með Bodylab. Topform.is. Harðparkett, teppi, loft, flísar, parki, Dalveg. Askja. Upplifðu skandinavíska innréttingahönnun eins og hún gerist best í glæsilegum sýningarsal HTH, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri. Ormsson. Pennin Eymundsson. Það eru peysudagar í Dressmann. Nú færðu 40% afslátt af öllum peysum. Fyndu þína uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann. Ef við ætlum að láta fara vel okkur, þurfum við góðan stól. Fallegi Viss hægjendastóllinn góður og ótrúlega þægilegur. Vogue, fyrir heimilið. Þetta ódýrt, þetta og þetta ódýrt og þetta hér. Allt ódýrt. Bónus. Fjölskyldan á Skeiðháholti hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig. Nicorette gefur mér frelsi til að hætta. Ég stenst löngunina. Ég neita að gefast upp. Þetta var ekki auðvelt, en frelsið þess virði. Vertu reyk og nikotínlaus með Nicorette. Nicorette gerðu frelsið að veruleika. Yes! Fótbolti! Lífið getur látið húðina eldast hraðar. Stopp! Spólum tilbaka. Nýtt Nivea Cellular Serum, knúið áfram af Episilín, byltingakenndu innihaldsefni í utangenærðum sem vinnur á frumustigi og snýr við öldrun húðarinnar á 2 vikum. Nivea, fyrir húðina. Ísland Norður-Írland í þjóðardeildinni. Síðasti heimaleikur ársins. Mætum á fagur grænan Laugardalsvöllinn og styðjum stelpurnar. Áfram Ísland!
Staðan í hálfleik er 1-0 Íslandi í vil eftir mark frá Glódísi Perlu Viggósdóttur en aðstæður og allt hafa verið svolítið áhugaverða þarna út í Norður Írlandi Adda, svona eitt sem að svona stakkaðist, það var varamannabekkurinn hjá Norður Írunum. Það er bara svolítið átaklegt að horfa á þetta. Að varamannabekkurinn sé upp í stúku. Já. Þetta er samt, ég meina, flottar en lögðursvöldur, eða hvað? Nei, kannski, já, ég er bara að tala völlurinn og er ekki einhvern veginn... Nei, ég veit það ekki. Nei. Er ekki stúkallarhringinn? Já, ég myndi bara frekar vilja hafa varamannabekki heldur en stúkallarhringinn. Ok, já. Þetta er svona alveg fárlöfti sem var að bjóða upp á. Og völlurinn sjálfur er líka bara skelfilegur. Við talum grasi, loðið og sjáum hotfón hann bara datt. Æ, þú veist, þetta er skammar. Þetta er skammar, við býðum við þessu, Gunnar. En ef við förum aðeins í leikinn, Adda, hvernig finnst þér þetta að hafa spilast? Mér finnst það frekar þungt. Boltarnir ganga allt og hægt á milli manna, pínu staðar án bolta, þannig að ég held að bæði Óli og Steini sé aðeins einhverjum því að láta bolta ganga hraðar, færa hann hraðar milli kanta og fá leikmenn kannski betur í einn og einn stöður. Mér finnst það svona, við ekki búin að skapa ná mikið að færum og ekki finna í raun opnarnir sem eru í þessum leik. Markið kemur á 30. mínútu þegar Karolína Lea tekur aukaspyrnu inn í teiginn. Albert, kunnulegt stef svolítið hjá íslenska liðinu? Já, heldur betur. Fyrst leikandri og Glódís. Það er svona, við höfum heyrt þetta áður og alltaf skilar hún sínu. Góður bolti og vel tekið á Glódísi. Góð spyrna þarna. Stýru þessu vel. Já, frábær spyrna. Já. Svo er oft talað að það koma sér í góða stöður. Það má segja að Ísland hafi komið sér ansi oft í góða stöður, sérstaklega úti á kantsvæðunum þar sem að Sveindís og Hlín hafa verið að keyra svolítið á bakvörðina þeirra. Engan séu þétt vörn hjá Norður Írunum en við erum ekki að gera kannski nægilega vel úr þessum stöðum. Nei, við erum aðeins bara að ná kannski Sveindís í betri stöður í þessum stöðum. Hildur líka búin að taka tvisvar heldur djúplaup og Karolína og Sveindís hafa kannski náð að tengja aðeins þarna hægra megin. Bæði Sveindís og Hlín hafa samt fengið góðar einn og einn stöður sem við höfum ekki verið að nýta. Það er aðeins verið að hika í stöðunum en svo er líka bara að spila, að koma með svona early cross eða svona snembúna fyrirgjafir á móti svona lágvörn er bara erfitt. Þú þarft að láta bolta ganga miklu hraðar. Vonbrigði kannski að ná ekki að refsa þeim þegar þeir gera svona mistök, til dæmis eins og við sjáum Jackie Burns gera þarna. Já, algjörlega. Og það voru snöggar niður hann á línuna en þetta var algjört döðafæri og tekur undir það sem Adda var að segja. Þetta eru svæðin sem við erum búin að komast í sérstaklega þegar það er búin að líða svona á fyrir áleikinn, þá er búin að opnast meira þarna vinstra megin hjá norður-írska liðinu og Sveindís er búin að fá alveg þokkalega mikinn tíma á boltann til þess að koma góða bolta fyrir. Samt sem áður, ég ætla út frá því sem hún segja á hann með völlin. Það sér það að stundum þurfum við að reyna alltaf boltan ganga hratt. Og svona eins og við sem ekki alveg búin að aðlagast þessum aðstæðum. Við þurfum aðeins að setja meiri kraft í sendingarnar. Ísland eflaust svona nálægt 70-80% ball possession í þessum fyrri hálfleik. Þetta er miklu viðburður. Já, það sem ég ætlaði svona að fara að koma inn á þetta norður-írska lið. Við eigum nú væntanlega ekki að fá okkur mark á móti þessu liði. Ég meina þær höfðu lítinn áhuga allavega að vera með boltan, virðist það. Nei, þú veist, við erum ég mitt kíkti á þetta bara rétt ára komin inn og við erum 85% með boltan. Þetta eru 11 skot gegn 0. Það eru búin að eiga 31 heppnaðar sendingar. 0 snertingar inn í okkar teig. Og við sátum hérna og við sáum útsendingu ytra þegar frá Norður-Írlandi sem að sérfræðingarnir þar á BBC voru hæstánægðar með þessa frammistöðu. Og það segir ýmislegt getu þessu liðs. Við eigum bara að keyra yfir þetta og ég held við gerum það. Það er líka smá vindur þarna og nú erum við með hann í bakinu. Já, það leit svona einmitt út eins og hann væri í fangið á okkur í fyrri hálfleik, þannig að við erum væntanlega með hann í bakið í seinni. Það væntanlega ekki breytilega vindáttinu þar þarna og hérna á Íslandi. En hvað viltu sjá í seinni hálfleik, Adda? Bara eins og ég sagði hann, láta bolta ganga hraðar, færa hraðar milli kanta, fara í hálsvæðin. Getum við sleppt í að vera með, getum við ítt annarkvort Hildi eða Alexander aðeins ofar og þá kannski Glódísi og Ingibjörg aðeins ofar. Þurfum ekki að hafa 4 manna línu á móti þessu lið. Getum við reynt að koma einhverju opnanir á kantana eða, ég held að þetta sé frábær æfing fyrir okkur í að reyna að vera betra sóknarlega. Þannig að aðeins meira hraða og kannski fá leikmenn til að stíga aðeins út fyrir svona ramman. Marka fyrstu 15 mínútur í seinna hálfleik þá keyrum við þetta lið, það brotnar alveg. Það gerist.
Svo fá að sjá hérna aðeins tölfræðina úr fyrri hálfleiknum þar sem að Ísland hefur verið, eins og þú sagði, töluvert betri aðilinn í þessum leik og eins og við sjáum hér 10 tilraunir, 2 á markið. Það fengu þarna eina hornspyrnu norðuríska liðið, annars hefur þetta verið nokkuð mikil einstefna. En styttst í að seinni hálfleikurinn hefjist á Ballymenna í Norður-Írlandi og Margrét Lára og Hörður Magnússon taka við hér eftir stutt auglýsingahlé. Staðan í hálfleik er Norður-Írland 0, Ísland 1. Do you remember my Nana Connie? Yeah, of course I remember Connie. She died yesterday. Connie was a woman revered by those fortunate to be in her life. She was an unimpeachable paragon of virtue. Bullshit, Patrick! Síðasta afmælið, The Last Anniversary. Áströlsk þáttaröð byggð á samnefndri skáldsögu. Sophie Honeywell við hús á lítilli eyju. Nokkrum áratugum áður hvarf par á eyjunni og fljótlega eftir komuna þangað áttar Sophie sig á því að hún full af leyndardómum. This dead woman is literally handing you your fairy tale. There's something about you and your reaction to the island. Síðasta afmælið, The Last Anniversary. Miðvikudag á RÚV. Í næsta þætti á laugardegi. Ég heiti María Rutt. Þannig ég sagði áðan galgopi. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Svona sprelligosi. Svona eins og við þingmenn erum. Ég heiti Ingileif. Kallaði samt mjög góða, bara muna hvað viðtengingarháttur nú hér er. Ég heiti Óskar Guðjónsson. Þú veist, þetta bara allir brandarar sem ég hafa sagt hafa endað svona. Í kátinu klemmu. Ég verð raunverulega meira þunglindur heldur en ég var að reyna að rífa mig upp úr. Já, akkurat. Það allir fyndnari, allir segja betri sögur en ég. Ég heiti Magnús Jóhann. Ég náttúrulega aðeins yngri þannig að svona þvaglát mér ekki jafn hugleikið. En Kappsmál, laugardag á RÚV. Pasta númer 1 á Ítalíu síðan 1877, Barilla. Náttúrulega lausn gegn fyrstu einkennu breytingaskeiðsins Femarel. Gæðavottaði gluggar og hurðir á sanngjörnum verði í scanva.is. Hlýir og mjúkir leðurhanska fyrir veturinn tösku og hanskabúðin við hlemth.is. 3 hótel eitt staðall, frábær þjónusta og þægindi, Strakta. Netgjafabréfi stærstu veiðibú landsins góð gjöf veiðihorni.is. Hressandi hráefni, krydduð með lífsgleði og bragðast best þegar þér hentar. Serrano, Fresh Happy Max. Ísland Norður-Írland í þjóðardeildinni. Síðasti heimaleikur ársins. Mætum á fagur grænan Laugardagsvöllinn og styðjum stelpurnar. Áfram Ísland. Kaíró? Kaíró? Já, við komumst þangað. Já, núna kemstu næstum hvert sem með Icelandair. No regrets. If you love it, it's never a waste. I will have no regrets. Já, styttist í síðara hálfleikinn. Staðan í hálfleik Norður-Írland 0, Ísland 1. Glódís Perla Viggósdóttir með markið á 31. mínútu. Svona, ég meina ef við lítum á tölfræði, Ísland átti 8 skot, reynda bara 2 á markið. Og nefndi það á Margrét Lára að vilja sjá, en Jackie Burns búin að verja reynda frábærlega tvissar. Ísland með boltan 85%. Já, þetta eru ótrúlega tölur og en tölur sem við erum mjög ánægð með og erum alveg til í að halda svolítið á lofti og setja enn meiri sóknarþunga í okkar svona aðgerðir og við þurfum helst að koma inn þessu öðru marki sem fyrst að gefur okkur ákveðin slaka og því 1-0 staða við veitum það öll að getur verið hættulegu leikur. Ég hef engar sérstakar áhyggjur en það auðvitað getur verið hættulegu leikur ef að norðuríska liðið, það þarf ekki nema að fá eina aukaspyrnu eða hotspyrnu og geta skapa usla og svo geta liðið eins og Norður-Írland alltaf varist, þannig að við þurftum að koma inn
öðru marki sem fyrst og halda áfram að vera með svona beittar og góðar sóknaraðgerðir. Seinni hálfleikurinn kominn af stað, já, svona aðeins kannski, við áttum 14 marktilraunir, 4 á ramman, svo því sé haldið til haga. Norður-íska liðið náði 32 sendingum í fyrri hálfleik og þar að voru 56% þeirra heppnaðar. Íslenska liðið var með 89% heppnaðar sendingar, 270. Þannig að maður hefur varla séð slíkar tölur þegar lítið er á þessa tölfræði. Hér er stopp. Já, hann sein að standa á fætur þarna. Væntanlega þurfum við sjúkraþjálfarann Lauren Waite fyrrum Þróttari sem að leikur. Virðist það að fengið þetta högg í andlitið. Sjáum þetta hérna aftur. Það gerist Sveindís hérna, rekst á hana maður og algjört óvilja verk. En þetta var töluvert högg sem hún fekk. Já, það skella svolítið saman þarna. Sveindís, þetta er hennar 50. landsleikur. 15 mörk sem hún hefur skorað. 24 ára. Það verður líka áhugavert að fylgjast með hvort við sjáum eitthvað af þessum 9 leikmönnum koma hérna við sögu í síðari hálfleik hjá íslenska liðinu. 3 nýliðar til taks á bekknum. Já, það er alltaf spennandi og gaman þegar hægt er að gefa nýliðunum tækifæri fyrsta leikinn og þær hafa svo sannarlega unnið fyrir því í sumar allar 3 ára að eiga sæti í þessum hóp og vonandi fá þær tækifæri eins og aðri leikmenn í dag. Sjáum hérna náðu þarna 2 sendingum norður-íska liðið og þær fá hérna innkast. Það verður McKenna. Og þetta var nú ágætlega gert og sýndist að vera Cara Hamilton þarna sem átti þessa fyrirgjöf. Hann endaði hjá Cecilíu sem að held ég að þetta hafi verið rólegasti landsleikur hennar á ferlinum. Þetta er hennar 24. landsleikur. Ingi Björg. Ísland með svona smá vind í bakið. Sædís en þá reynir einmitt á svona sendingar því að vindurinn er fljótur að grípa í. Það þurfa að vera nákvæmara sendingar. Þetta er svona svolítið annað heldur en að spila á móti vindinu. Já, það er ekki spurning að þessar svona sendingar fram á við og sem er ætlað frá bak við varnarlínu norður-íska liðsins þurfa að vera svona með ákveðni mýkt og mögulega smá bakspuna ef við förum ítarlega í það en það er rétt að við þurfum að vanda örlítið til verka þar. Kenna hérna þessi bolti beint út af. Við sjáum að norður-íska liðið byrja nákvæmlega eins þennan síðari hálfleik eins og þær spiluðu allan fyrri hálfleik. Þær eru ekkert að stíga neitt ofar á völlin eða slíkt. Þær halda sér í svona lágri blokk, varnarblokk. Við sáum svona þessa sendingu hérna frá Ingi Björgu að þarna þarf hann að vera miklu nákvæmari. Vindurinn er fljótur að grípa inn í þarna. Hér er kapphlaup. Þessi helst inn á eða hvað. Ingi Björg setur líka maður fyrir þarna þannig að Hamilton kemst ekkert í boltan. Sandra María Jessin hérna stendur í ströngu og Eleni Antonio gríski dómarinn, hún er búin að dæma aukaspyrnu. Ég held að þetta sé bara hárrétt.
norðurísku kvarta vissulega, en sjáum að rykkir í hana hana. Þetta hárrétt. Það var leikmaður númer 16 í norðuríska liðinu, Caldwell. Já, hefði alveg geta réttlætt mögulega guldspjald, svona eins og Alessandra fekk í fyrri hálfleik hjá íslenska liðinu þó hún stoppar leikmann norðuríska liðsins. Nú þarf að passa sig að setja boltan ekki of mikið í loftið. Karolína vindur mun taka þetta og Jackie Burns kemur út og örugt hjá henni. Langur fram. Byngt hér á og nú Alessandra segi Sweetloaf hérna og síðan Wade. Cassie Weir og Emily Wilson komast lítið í boltan hérna og sjáum kraftin hérna í Glódísi, hún bara tekur boltan. Guðrún. Þetta er einmitt nákvæmlega málið að svona sendingar eru bara svolítið erfið, ekki kannski vonlausar undan vindinu. Já, við þurfum að passa upp á þetta og kannski ekkert, ok, við getum gefið stelpunum það að aðeins aðlagast aftur aðstæðum og einmitt vindinu hversu sterkari er hann, en við þurfum að bregðast hratt við og það er fullt af svæðum innan miðsvæðinu og við verðum að passa það að sleppa ekki alveg að spila upp í gegnum miðuna því að við erum feikilega góða leikmenn í Hildi og Alessandru og Karolínu sem eru góður að fá boltan og hérna búka til. Cecilia þarf að koma við boltan líka. Glódís. Björg. Hlín og Sædís. Það ná vel saman hérna. Vinstra megin, leika hérna sín á milli. Og Hlín. Og þessi reynslu var nú ekki góð. Og hér er möguleiki og skotið Hildur Antonsdóttir. En náðu ekki að hitta ramman. Nei, Hildur var fljóta að þefa þetta uppi þarna í teg. Gerir vel í að taka boltan niður þarna en óbyrð með skotið. Já, Lauren Wade þarna erfiður bolti að hreinsa frá og byngt hérna til Hildar. En það var svona lokað á hana svolítið þarna. Klaufaleg sending hjá Ingibjörgu. Og þannig norðurísku Megan Bell þarna er ekki að halda boltanum inn á. Þannig að þetta er svolítið svona sundurslitið þessa stundina hérna. Og hér hlýtur að vera það er náttúrulega aukaspyrna en spurning hvort það sé eitthvað meir en það. Sandra Maria Jessin þarna mögulega togu niður. Sjáum þetta hérna aftur. Sjáum hérna peysutók. Þetta var Caldwell sem var braut líka áðan. Nú er þetta svona mun nær heldur var áðan en spurning hvort að Karolína bara framkvæm ekki aftur. Spiluna gæti líka tekið skotið. Já, ég held að Karolína sé allan daginn að fara að skjóta á markið núna. Hún er með vindin með sér og hérna við viljum sjá þennan bara á markið. Eleni þarna að fara yfir það. Tværi varnarvegnum. Þessi að nota ekki hendurnar. Karolína.
Og tekur skotið og þessi varinn af Jackie Burns. Þetta var nákvæmlega það sem við heldum að hún myndi bara láta vaða og hún gerði það svo sannarlega. Og Jacqueline Burns í 3. skipti í þessum leik sem að hún ver meistarlega. Já, Burns algjörlega að halda þessi norðuríska liði á floti hérna í þessum leik. Svo sannarlega. Þetta var ekki mikil snerting en mikilvæg var hún. Heldur betur. Selinni hérna, hún dómari leiksins, hún mikla þörf fyrir að vera að tjá sig reglur leiksins við leikmenn. Þetta hérna út í teginn og hvar endar þetta? Þetta hérna út Sædís. Hér gæti verið skyndisókn hjá norðuríska liðinu. Megan Bell hérna, hún alein. Það er hún að koma með henni og nær ekki að losa á samherja. Sveindís var dugleg hérna tilbaka en síðan gefur hún boltan frá sér. Og Kenna. Ingi Björg. Cecilia. Norðuríska liðið ekki átt eitt einasta skot í leiknum. Þeir eru búin að fengu eina hornspyrnu í fyrri hálfleik. Hlín. Já, finnur Karolínu. Vel gert. Glódís hérna, það fer enginn í hana. Þannig að Glódís bara skjóta, nú kannski brotið á henni. Sveindís eins og það dómarinn lætur leikinn halda áfram. Veiktir hagnaðinum. Ég vil sjá bara Glódísi skjóta. Já, ég vil bara sjá Glódísi gera meira þessu. Þegar hún fer svona fram með boltana, það er enginn sem virðist einhvern veginn mætinni og hún hefði vel geta bara látið vaða. Þetta er ágætlega að spila hjá þeim. Hér er McDaniel. Louise McDaniel. Þeir eru konar bara inn í vítateginn. Sveimir þá. Þetta hefur við ekki séð áður í leiknum. McDaniel. Það var Andrews. Jolie Andrews. Kemst upp að endamörkum og þær fá hotspinnu. Önnur hotspinna norðuríska liðsins. Og þetta er bara það lengsta sem þær hafa verið með boltan í og við vítategn íslenska liðsins í þessar 58 mínútur tæpar. Já, það er ekki spurning og þær gerðu þetta vel þegar það ná að tengja 1, 2, 3 sendingar á milli að þá þær að ná að fikra sig örlítið upp á völlin. Þannig að við þurfum að standa þetta horn af okkur og koma boltanum frá. Megan Bell, leikmaður Linfield í Belfast sem að tekur hornspyrnuna. Og kemur með þetta út í teginn. Og Karolína skallar hann út úr tegnum. Sveindís komið til að hjálpa. Og Karolína leggur af stað en það eru aðeins fleiri þarna. Og búið að stöðva leikinn. Mögulega búið að dæma aukaspyrnu á norðuríska liðið og hér er gult spjald að fara á loft. Og já, það virðist vera Jolie Andrews sem að það er gula spjaldið. Það eru nú skiptingar þarna í farvatninu hjá norðuríska liðinu, þreföld skipting. Þreföld skipting í vændum. Nú er að sjá. Leikurinn heldur áfram allavega. Glódís niðurlega gert hérna. Guðrún sendingi fyrir, Guðrún aftur og með skotu vilja fá hendi í víti, það er allir að biðja hendi í víti, það hlýtur að vera en sú gríska
Hún fylgir ekki tilmælum. Erfitt að sjá þetta þarna en fáum væntanlega að sjá þetta aftur. Þessi bolti út af og gaman að sjá þetta atvik aftur hérna. Sjáum þetta hérna. Nei, það er ekki, þetta er aldrei víti. Hún er bara einfallega líka of nálagt hérna. En þetta er ekki víti það sem að höndin, hún er svo óbúslega nálagt. Já, það hefði verið helviti hart að dæma víti þarna en vissulega fer boltinn í hendina á þeirri norðurísku en hendin er nálægt líkamannum og hún er hendin í, eins og þeir vilja meina dómararnir í svona eðlileg líkamsstaða eða hendin er á réttum stað ef hendur geta verið á réttum stað. Já. Það er þessi þrefalda skipting hérna. Lewis McDaniel, hérna nummer 18 að fara að velli. Ég er svona að reyna að átta mig á þessu. Nummer 4, Sarah Robson er komin inn á og nummer 9, Kerry Ann Beattie. Já, Sarah McFadden sem er að koma þarna inn á, hún er nú Íslandsvinnu líka. Já, Sarah McFadden. Hún spilaði held ég með allavega 3 liðum hér á landi. Já. Þannig að það eru mikla tengingar, Hörður. Það eru mikla tengingar. Það eru mjög miklar. Þannig að ég er nú svona að reyna líka að rýna í þessum fóru út af. Sjáum hérna Rebecca McKenna en þeir eru nú ekkert rosalega góðir hérna kollegar okkar á Norður-Írlandi að gefa okkur upplýsingar um hluti og það er nú svona frekar báborið hjá þeim. Gefa sér góðan tíma í þetta hérna. Það var Sandra María. Og dæmt aukaspyrna á hana. Já, Sarah McFadden, svo sagði hérna sem kom inn á 38 ára gömul, var nú hætt með hérna með norðuríska liðinu en hún er komin yfir 100 landsleiki. Og það er rétt hjá þér, Margrét Lára. Hún spilaði hérna með Fylki 2008, Grindavík 2009-11 og FH 2012. Þannig að hún er öflugan feril. Og Abby Sweetlow fór hérna velli ásamt Lewis McDaniel áðan og einnig hún Cassie Veer. Það er þessi skiptingar en íslenska liðið mögulega geti verið að undirbúa einhverjum tímabúti skiptingar en hér er Sveindís Jane en hún er tækluð hörku tækling þarna. Já, þetta er bara Sveindís alltaf lengi að þessu. Sædís. Það er mikið að það íslenska liði haldi áfram að láta bolta ganga hratt og örugglega fyrir sig og komið sér í þessar góðu stöður svona örlítið á bak við norðuríska liðið. Sædís með sendingunni inn á teinu, þetta er hættulegu bolti. Og þetta er ágætlega gert þarna að vinna innkastið. Það er Emily Wilson. Sjáum hérna Sveindísi áðan. Og þessa frábæru tæklingu hjá Söru Robson sem var nýkomin inn á.
Wilson hérna að reyna sendingu en Glódís kemst inn í þetta tilbaka á Cecilíu. Nú eru 65 mínútur liðnar að leiknum. Myndirðu vilja sjá einhverja breytingar á íslenska liðinu, Margrét? Já, ég held sér allt í lagi að Þorsteinn og Óli fari svona huga allavega að því að fá inn ferska fætur og hérna setja örlítið meiri þunga í sóknarleikinn. Glódís og Sveindís Steinn gerir mjög vel hérna í að taka móti boltanum. Virkilega vel gert hjá Sveindísi. Flott sending fyrir markið. Hér kappa Sædís fyrst í boltan. Hlín og Sveindís. Jackie Burns að það enn og aftur. Og það einhvern veginn koma þessu frá þarna með ólíkindum. Hvernig þessi bolti datt fyrir þær norðurísku. Já, þetta er góð sókn hjá íslenska liðinu. Hildur með flotta sending á Sveindísi og einhvern veginn nær Hlín ekki til boltans en frábær vörn hjá norður-írska liðinu. Það eru svo sannarlega að berjast fyrir lífi sínu hérna. Það er ábyggilegt. Það náðu að lifa þetta af. En það er með ólíkindum að íslenska liðið sé ekki búið að skora fleiri mörk í þessum leik. Svo sannarlega. Það er nú erfiða við fótboltan að erfiðasta er að koma þessi í markið sko. Sama hvað ofta tíðum að gera út á velli. Jackie Burns þarna tæp á því en kannski ekki frábær skipting hérna hjá henni á McKenna. Og hér er hörkusprettur Hamilton. Og Hamilton með sendinguna og hér er tækifæri, næstuði tækifæri fyrir norðuríska liðið. Sara McFadden hann fekk boltan. Já, og norðurísku eru bara svona, mér finnst þess að þær séu svolítið að vaksa inn í leikinn. Það eru allavega búin að koma sér inn í teig hjá okkur undanfarið og þarna komu þær sér í álitlega stöðu. En mér sýnist hvort að íslenska liðið sé jafnvel að undirbúa skiptingu. Já, Diljá, Ír, Sommers er mögulega að gera sér klára. Hvað nú? Er það að boltanum eða? Komum ekki alveg sjá. Sjáum hérna Diljá vera að koma inn á, hún kemur inn á fyrir Hlín Eiríksdóttur. Hver hérna þá vinstra megin. Diljá leikmaður Brann í Noregi. 21. landsleikur skora 2 mörk. Þorsteinn Halldórsson er nú ekkert að spreða skiptingunum. En fyrsta skiptingin er komin hjá íslenska liðinu. Já, við töluðum það, Hörður, áðan að það gæti verið hættuleg staða að vera bara 1-0 yfir en við viljum alls ekki fá það í bakið og þess vegna mikið að við náum inn þessu öðru marki. Karolína Glódís. Íslenska liðinu ekki gengið jafnvel svona að ná góðu spili í seinni hálfleik undan vindinum heldur en að móti honum í fyrri hálfleik og það norðurísku hafa meiri segja náð svona einni sókn kannski. Já, við séum kannski bara alltaf lítið af svona spili á milli tveggja manna sem eru að losa bolta úr litlum svæðum og vinna á litlum svæðum sem er mikið að geta gert líka. Sjáum við einu sinni í fyrri hálfleiknum hjá Karó og Svindsi. Hérna náður að færa boltan vel. Karolína hér með sendinguna fyrir en boltinn fer þarna í hrekkur af Söndru. Hér er verið að dæma aukaspyrnu að Eleni, hún bór á sér að þessu bara og vissi sín í sög, svo gríska.
Já, það er mikilvægt að íslenska liðið sé ekki að láta þetta ná til sín hvernig dómari leiksins er að dæma í ákveðnum atriðum. Það er kannski ekki endilega fallið með okkur í öll skiptin en við þurfum að halda fram. Sjáum hérna Karolína bara einfallega sterkari líkamlega heldur Jolie Andrews. Og það er mikil vinnsla í Karolínu og svona hennar gæði hafa náð ofta tíðum að skína hérna í kvöld. Og nokkað sending eins og er hérna. Jackie Burns. Fer þarna boltinn undir Svendísi. Þetta er vel gert þarna hjá Lauren Wade. Kemur boltanum hérna út á Emily Wilson. Emily Wilson tekur skotið og þetta er bara lang og þetta er bara fyrsta markskot Norður Íra fyrir utan skotið þarna á það sem var nú mislukkað en Wilson ekki langt frá því að koma þessu bolta á ramman og íslenska liðið þarf að gæta sín. Já, heldur betur að undanfarið að hafa, eins og við tölum norska liðið verið að færa sér upp á skaftið og mér finnst svona þessi þrefalda skipting allavega ennþá hafa tekist nokkuð vel. Þær eru svona farnar að reyna að halda betur í boltan og tengja betur á milli manna sóknarlega og þar að leiðandi koma sér í stöðu sem þessa. Það eru með þess að konu með boltan yfir 20% og voru með hann í 15% í fyrirháleik. Komið 22% núna og það var fyrsta markskotið þeirra í leiknum. Ísland hefur á 20 marktilraunir. Tækling þarna á McFadden, hún hefur komið fersk inn í þetta enda með góða og mikla Íslands tengingu. Glódís áttu boltið þarna til í þarna í baráttunni og þetta er hornspyrna. Boltið fer af McKenna. Við höfum það að huga að Ísland vill vera í þjóðadeild áfram og jákvæða úrslit úr þessum tveimur leikjum að mun skila þeim líka mögulega hagstæðari andstæðingi fyrir undankeppni heimsmeistaramótsins sem að fer fram í Brasilíu 2027. Við höfum aldrei komist að HM. Hér er Karolína og þessi næstu bara fer yfir allan pakkan en Jackie Burns, ég held að hún sé bara, maður þessa leiks. Já, leikurinn er ekki alveg búinn en eins og frammistan hefur verið hingað til þá er ekki nein spurning vafi á því að hún er svo sannarlega búin að vera besti leikmaður þessa leiks. Hér er Karolína aftur. En ég vil sjá okkar stelpu grimmari, setja alltaf pressu á Burns og við vitum að þessi bolt er alltaf að koma innanlega, að það er mikill vindur og það er mikill snúningur á sendingunum hennar Karolínu. Sjáum bara það eru þarna einhverju 16-18 leikmenn inn í marktegnum. Þetta er mikill pakki. Nú þurfum við bara að passa okkur að brjóta ekki á markverðinum. Aftur góðu bolti og þessi er inni! 2-0 loksins kom annað markið og það er Ingibjörg Sigurðardóttir, miðverðandi sjá bara þetta. Glódís í fyrri, Ingibjörg í seinni og við þurfum enga sóknarmenn, þurfum ekkert á þeim að halda því að miðverðandi þær sjá bara þetta.
Já, það er allavega gert virkilega vel í dag með að koma boltanum yfir marklínu andstæðingsins. Feikilega vel gert, við sjáum að Burns var eitthvað að kvarta þarna, henni finnst þess og á henni sé brotið. Við erum örugglega ekki sammála því og Ingibjörg algjörlega óáreitt þarna í teignum og setur þennan í markið. Nei, það er bara hennar eigin leikmann sem er fyrir framann, hún kemst bara ekkert í boltan og það er bara fyllilega löglegt mark. Ingibjörg að skora aðeins sitt 3. landsliðsmark í 79. landsleiknum og Karolína með 2 stórsendingar. Og uppsett atriði, först leikatriði. Já, og það er svo sem eitthvað sem við höfum alltaf haft í okkar svona vopnabúri. Það eru þessi förstu leikatriði og þau yfirleitt skil okkur mörkum en við höfum líka talað um það, Hörður, að við söknum þess að fá ekki fleiri mörkur og opnum leik og ég vonast svo sannarlega til þess að við náum allavega einu slíku hér í kvöld. Ja. Og við sjáum hérna svo sannarlega skiptingu að koma hérna inn á Amanda Andradóttir með 22. Karolína fer að velli og það er Alexandra Jóhannsdóttir sem að fer að velli og leikmaður númer 7, þetta er Katla Tryggvadóttir. Já, 2 ungir og efnilegir leikmenn að koma þarna inn, Amanda og Katla, báðar mjög góðar á boltanum og hérna vonandi náum við með þeirra tilkomu að halda enn betri boltan og eins og við talaðum á þann að við fyrir að mynda meiri tengsla milli manna, við sem spilum okkur stundum út í þröngu svæðum og sköpum líka eitthvað þannig. Það eru góðar í því báðar. Katla Tryggvadóttir leikur með Fiorentina, þetta er hennar 10. landsleikur. Amanda leikur með Twente í Hollandi, hennar 27. landsleikur. Þorsteinn Halldórsson gert 3 breytingar hérna á íslenska liðinu og við sjáum hérna að norðuríska liði gerir líka breytingu að Amy Kerr, aðeins 19 ára, kom inn á þar. Og það var Jolie Andrews sem fór á velli, svo að þessu sé haldið til haga hérna. Mér telst til að Amy Kerr sé að spila sinn fyrsta landsleik. Ja, annar landsleikur hans. Það er nú bara að bæta við. Fá 1 markina úr opnum leik. Já, það verður nú draumur fyrir okkur gömlu sóknarmennina. Og kannski aðeins upplýsingur aðra leiki í þessu umspili í A-deildinni. Finnland 1, Danmörk 6. Munum að Ísland tapaði fyrir Finnlandi á EM. Írland skellti Belgum 4-1. Spánverjinn Svía er að vinna Svía 3-0. Þýskaland vann Frakkland 1-0. En það, Þýskaland, Frakkland, en býður nú aðeins við með það. En það er svo mikið þarna hjá Köllu. En það er náttúrulega undan úrslit hjá Þýskaland og Frakklandi og Spáni og Svíþjóð. Undan úrslit þar og svo verður krýndur þjóðadeilda meistari í næsta landsleik gegn Glugga. Rólegt yfir þessu núna þessa stundina og uppinn þarna hún Katla. Sjáum þarna leikmenn náttúrulega það er ekki varamannabekki, það eru bara þarna í stúkusætum. Þurftu þó ekki að borga sig inn. Sýnist 5. skiptingin hjá Norður-Írum.
reiknar við hvað þetta tekur alveg svakalega langan tíma einhvern veginn. Ekki veit ég af hverju þetta hefur tekið svona langan tíma allt saman. Snöggspyrna þarna reyndar. Hér er tækifæri og skot frá Lauren Wade, en þetta fór framhjá. Annað skot Norður-Íra í þessum leik. Boltinn yfir Wade og Sveindís. Og Sveindís fastur bolti og þetta er hornspyrna. Þar náðu þessu bolta út, þarna voru bæði Sandra María og í teignum. Rétt við Martein. Sædís Rún sem ætlar að taka þetta, fáið þriðja markið úr uppsettu atriði. Fer yfir allt þarna og bara út af hennar hægra megin. Já, full spyrna hjá Sædís þarna. Hér sjáum við skiptinguna. Það er hún Cara Hamilton sem að fer að velli og það er Leila McFarland sem kemur inn á 25 ára gömul. Það er mikið at. Amanda, en boltinn út af. Fá ekki samba fótbolta á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn, bara sýningarleikur og í mögulega snjókomu. Já, við hvetjum allavega fólk til að mæta á leikinn og styðja við stelpurnar og hérna, það er ekki svo oft sem að við spilum landsleiki hérna heima. Nei. Það verður klukkan 6 á þriðjudaginn. Sjálfsögðu í beinni hér RÚV. Hún er nú að gera vel hérna á PT. Alltaf boltanum alltaf Farland og svona hressileg tækling hérna hjá McFadden. McFadden getur verið að fá gult spjald hérna. Hildur Antons leikur eftir. Já, þetta var sveimir þá. En það er nú bara ég að það er aldrei verið gult spjald, en kannski fótbolti bara þróast í þessa átt. Boltinn virtist vera bara á milli þarna og kom svolítið fast í þetta. Já, þetta var svona kannski full grótarlega gert og kemur svona miklum krafti inn í þetta. En blessunlega er Hildur heil og hérna heldur leik áfram. Íslenska liðið tapaði boltanum þarna. Wade í sendinguna og Mér finnst að hafa tapað svolítið einbeitingunni inn í síðara hálfleiknum og sérstaklega þá kannski í þessum
sendingum okkar á milli manna og í uppspilun okkar. Vissulega hefur norður-írska liðið verið töluvert svona ákveðnara í sínum aðgerðum og hafa verið töluvert nær okkur en þráttur það þá finnst mér að við getum gert töluvert betur þarna. Ég var að tala stöðuna í öðrum leikjum. Elisabeth Gunnarsdóttir náttúrulega að stýra belgíska landsliðinu og þær að tapa fyrir Írlandi 4-2. Allt eru þetta fyrri leikir í þessu umspili. Hér er ekki að halda þessu. Það voru heldur betur fréttir sem að RÚV var að greina frá í kvöld að heimsmeistaramótið í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada 2026 og síðan heimsmeistaramótið 2030. Það er allt hér í beinni útsendingu á RÚV. Frábærar fréttir. Og karla þar að segja. RÚV hefur náttúrulega verið að sýna frá þessu stórmótum, þetta kvennamegin líka. Það er hér. Ágætur dómari leiksins hefur nú ekkert verið að svona hjálpa leiknum og svolítið verið að hægja á honum ef eitthvað er svona fyrir minn smekk. Mikið af því leik sem þessum að tempónu sé haldið uppi. Já, hún hefur verið svolítið svona að messa yfir leikmönnum, útskýra reglurnar og þeir með ekki gera þetta og hitt, sko. En það er eins og það er bara 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Öruggur Íslands sigur nánast í höfn. Dilja hana rótlega og þær norðurískur reyna að taka aukaspyrnuna fljótt en það er vist ekki hægt. Já, og svo hefur svolítið dómarinn hefur svolítið verið að dæma á þetta svona nudd sem hefur verið í gangi sem er kannski má stundu sleppa. Hér er Agla María Albertsdóttir að koma inn á Breiðabliks Íslands og bikarmeistarana og svo hún Emilía Kjær Ásgeirsdóttir koma hérna inn á. Emilía kom inn aftur í landsliði. Já, Emilía var óheppin. Hún rétt mista við vegna meiðsla, meiðist rauninu bara í undanfarunum og hérna. En er að koma sterkt tilbaka. Það er gaman að sjá hana spreyta sig í þessar lokamyndur og Agla María auðvitað verið frábær í liði Breiðabliks í sumar. Sandra María Jassin og Hildur Antonsdóttir á velli. Nú alveg verið til í að sjá hérna okkar bara alefnilegustu fótboltakonu, 17 ára Thelmu Karin Pálmadóttur, leikmanns FH. Hún verður að bíða síns tækifæris. Sveindís. Já, Sveindís hefur ekki alveg fundið sig hérna að mér finnst í síðara hálfleiknum. Agla María. Flott í sumar með liði Breiðabliks. Dilja á. Hún er ekki snúa þarna. Á Guðrún inn á tegin. Nei, þetta er eitthvað hálf. Það er að draga þarna af. Hún spilaði allan tíman. Sveindís tekur skotið í varnarvegginn og það er þruma þessi burtu. Lauren Wade gerir það.
4 mínútur í uppbótartíma. Megan Bell hérna í einhverjum vandræðum. Nú norðuríska liðið búið að skipta út þetta leikmannum, eða þessum 5 skiptingum. Ef við gerum þetta svona, Margrét Lára, þú gerir þetta upp, öruggur sigur, hann hefur aldrei verið í engin vafi á því. Lærðu við eitthvað nýtt, sáum við eitthvað nýtt, eða hvað, hvernig metur þú? Ég sé sem erfitt að segja til það hvort að það sé eitthvað mikið nýtt í gangi eins og staðan en kannski ekki heldur óverulegt langt síðan liðið kom saman og kannski svolítið að stilla saman strengi. Frammistaðan að einhverju leyti góð, allavega svona góði kaflar en og aftur erum við að sakna þess að við erum að skora lítið úr opnum leik og ég persónulega sakna þess að sjá ekki leikmann sem að svolítið heitur fyrir okkur í því að skora mörk, því að í leik sem þessum þá það oft þannig að leikmaður sem svona heitur fyrir fram markmið, hann getur prófað en 2, jafnvel 3 mörkum í svona leik. Leikurinn hefur klárlega boðið upp á það en við höfum ekki einhvern veginn náð að koma leikmönnum kannski almennilega í þær stöður að leikmenn hafa ekki nýtt færi sín nægilega vel. Ég held að þetta sé svona sambland þessar að taka þetta. Og Birta Georgsdóttir, besti leikmaður bestudeildarinnar, ekki valinn. Jú, það er ákveðin umræða fyrir sig og hérna, eins og ég segi, mér finnst mikið að við förum að finna þennan leikmann sem getur skora mörk fyrir okkur og ef hann ekki til þá þurfum við að búa hann til einhvers staðar og einhvers staðar þurfum við að byrja, mögulega með einhvern ungan eða eitthvað slíkt. En þetta nú bara mín svona persónulega skoðun. En varnarleikurinn hefur verið þéttur og hann hefur alla jafna verið þéttur. Föstu leikatriðin okkar eru góð og við erum að skora upp úr þeim og það jákvætt en við þurfum að geta vera með svolítið fjölbreyttari sóknarleik og skora meira á opnuleik. Já, við það að við erum þetta sliðið búin boltan hátt í 80% í þessum leik. Nú áhorfendafjöldi hér í Ballymena Showgrounds í kvöld 2184. Ágætt mæting. Já, mér finnst líka allar líkur á því að við sjáum kraftmeira lið, íslenskt lið á þriðjudaginn og okkar heimavelli og okkar velli búnar svona að púsa sig svolítið saman áfram næstu daga og í þessum leik auðvitað langt síðan við komum saman þannig að ég er spennt fyrir leiknum á þriðjudaginn og vænti þess að sjá kraftmikið íslenskt lið og með sjálfstraust í sóknarlínum. Það er Emilia Kjær. Mögulega síðast sóknin hérna. Emilia Kjær og vildi fá hann aftur þarna hún Amanda. En það var mögulegi. Sædís. Kannski besti kafli Íslands var í fyrri hálfleik og vorum í hálftíma virkilega öflugar. En sjáum hvað situr hérna í þessari lokasókn. Fáum hérna eina hornspyrnu til þess að bæta við þriðja markinu. Amanda tekur hana. Hornspyrnu. Og hvað hér hún er búin að flauta þarna á undan en hér flautar hún til leiksloka svo gríska. Þetta enda með örugum sigri íslenska liðsins. Það voru miðverðirnir sem voru 2 skallamörk, Glódís Perla Viggósdóttir á 31. mínútu og síðan Ingibjörg Sigurðardóttir úr hornspyrnu, báðar eftir spyrnur frá Karolínu Leo Viljámsdóttur. En þetta var athyglisverður leikur marga staða þar sem að heimaliðið lá í vörn allan tíman. Það áttu
3 markskot í þessum leik. Þeir eru með 86 sendingar í leiknum, 54% voru heppnaðar, þannig að það er eiga heppnaðar sendingar eitthvað rétt rúm yfir 40 í leiknum. Ísland með sendingarhlutfall upp á 86%, 459 sendingar, 77% með boltan. En hér sjáum við Ástralan þjálfara norðuríska liðsins Tönju Oxtoby, og ég veit að þetta er bara þannig að það er himinn að hafa milli þessara liða. En þetta var fyrirleikur í seinnileikurinn á þriðjudagskvöldið klukkan 6. Hörður Magnússon og Margrét Lára Viðarsdóttir þakka fyrir sig, en við erum hvergi nærri hætt. Við erum heyra í leikmönnum og þjálfara, en fyrst ætlum við að senda í stofuna síðan sem að tekur við. Tyrkland? Já. Mumbai? Já. Já, núna kemstu næstum hvert sem með Icelandair. No regrets. If you love it, it's never a waste. I will have no regrets. Á RÚV í kvöld. Það var ekki að kjósa mig af því ég er kona. Það var að kjósa mig af því að ég er maður. Takk Vigdís. Þáttur Vigdísi Finnbogadóttur, þar sem rættir við samstarfsfólk, vini og kunningja Vigdísar forsedatíð hennar og þrautagönguna að embættinu. Hvað einkenndi íslensku konuna sem braut blað í heimssögunni og hvaða áskoranir fylgdu því að vera fyrsta konan? Hann er farin að hallast! Hann hallast ennþá með einn handi! Ég trúi þessu ekki! Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti á föstudagskvöldum í vetur. Farið yfir helstu atburði vikunnar og brakandi fersk tónlist kemur landsmönnum í helgarstemminguna. Sira Brown, breskur sakamálaþáttur hinn snúngna Sira Brown sem leysir glæpsamleg mál á milli kirkjuathafna. Grace, breskir sakamálaþættir rannsóknarlögreglumann sem þekktur fyrir óhefðbundnar aðferðir í starfi. Þegar vinur hans og kollegi biður hann aðstoð dregst hann inn í flókna rannsókn. Í næsta þætti á laugardegi. Ég heiti María Rutt. Þannig ég sagði áðan galgopi. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Svona sprelligosi. Svona eins og við þingmenn erum. Ég heiti Ingileif. Kallaði samt mjög góða, bara muna hvað viðtengingarháttur hér er. Ég heiti Óskar Guðjónsson. Þetta er bara allir brandarar sem ég hafa sagt, það var enda svona. Í kátínu klemmu. Ég verð raunverulega meira þunglindur heldur en ég var að reyna að rífa mig upp úr. Já, akkurat. Það er allir fyndnari, allir segja betri sögur en ég. Ég heiti Magnús Jóhann. Ég er náttúrulega aðeins yngri, þannig að svona þvaglát er mér ekki jafn hugleikið. En Kappsmál, laugardag á RÚV. 2-0 urðu lokatölur í Norður Írlandi, þar sem að íslenska liðið skoraði 2 mörk úr föstum leikadriðum. Já, liggur beinast við að spyrja að það er hægt að tala um að þetta séu